Nú verður flutt leikritið með öðrum morðum. Svakamála leikrit í fleiri og fleiri þáttum eftir hádegi. Það skal tekið fram að þeir sem hyggjast hlusta á verkið gera það á eigin ábyrgð, þar sem höfundar geta ekki ábyrgst heilsutjón eða annan skaða sem af því kann að hljótast. Takk fyrir. Ekkert að þakka. Sjötti þáttur. Morðabelgur. Vinir okkar þeir Harry og Heimir í miklum háskastaddir. Þegar við skildum við á síðast óku þeirra ofsahraða götur Glasgow-borgar. Bíllinn stjórnlaus, Heimir! Ég veit að, Harry. Þú sagðir það líka í síðasta þætti. Já, bíllinn stjórnlaus. Forsaga þessa máls sú að heildsalarnir Björn og Kári sendu þá Harry og Heimir til Glasgow til að gæta sendingar af sekkjapípum sem þeir ætlaði að flytja inn. Það að segja Björn og Kári. Sko, það voru þeir sem ætlaði að flytja sekkjapípunar inn, ekki Harry og Heimir. Þeir voru bara sendir til þess að... Við vitum það alveg. Áfram með þig hana. Já, en ferðin til Glasgow reyndist hættulegri en þá grunaði. Og í stórborginni gerðu skuggalegir og vofveflegir atburðir. Eða eins og Harry orðaði það. Heimir! Varstu að kalla mig, Harry? Og á leiðin út á flugvöll með sekkjapípurnar meðferðis verða þeir þess varir að grunnsamlegur bíll veitir þeim eftir för. Þú borðlaus bílstjóri. Ég skal taka við stýrinu. Já, ok, Harry. Gjörðu svo vel. Heimir! Hvað? Þú sleist stýrið af! Já, en ætlaði þú ekki að taka við því? Bíllinn stjórnlaus! Bíllinn stjórnlaus, Heimir! Þú ert að meina þetta? Harry, auðvitað fíflið. Heimir, en hvað getum við þá gert, Harry? Harry, við megum ekki vera hræddir, Heimir. Heimir, þetta minn texti. Hva? Þú mátt ekki að lesa bæði minn og þinn texta í handritinu. Þú átt bara að lesa það sem stendur Heimir fyrir framan. Já, fyrirgefðu, Harry. Ég var bara svo rosalega spenntur. Ég bara gat ekki stoppað. Megum ekki verða hræddir, Heimir. Þá gerum við bara einhverja vitleysu. Já, ég get nú alveg gert vitleysu þótt ég sé ekki hræddur. Hvað eigum við að gera, Harry? Reyndu að koma stýrinu aftur á. Aftur á? Já, þú meinar aftur í. Já, ok. Nei, Heimir! Það er stýrið komið aftur í. Hvað gerum við svo? Bara ekki verða hræddir. Nei. Skiptum sæti við mig, Heimir. Skiptum sæti? Já, alveg sér sæti. Nei! Nei! Svona, hérna mitt sæti, Harry. Réttu mér út þitt. Heimir! Hvað, vildur ekki skiptum sæti? Hvernig á ég geta tekið með stjórninni þegar þú ert búinn að rífa bílstjórasætið úr? Já, þú sagði mér í... Allt í lagi. Bara ekki verða hræddir. Ég verð bara að reyna að stjórna bílnum úr farþegasætinu. Ég næ bara ekki almennilega á pedalana. Ekkert mál, Harry minn. Ég skal bara rétta þér það. Nei, Heimir, ekki! Gjörðu svo vel. Hérna kúplingin. Hérna bremsan. Ó, Heimir, þakka þér innilega fyrir. Ekkert að þakka, Harry. Jæja, Heimir, þá standa málið þannig að við erum á 120 km hraða á stýrislausum bíl sem þar að auki kúplingslaus, bremsulaus og sætislaus. Við getum lent í árekstri á hverri stundu og þar að auki stór hættulegir glæpamenn á hælunum á okkur. Ég skil, Harry. Þá ekki nema eitt að gera, Heimir. Og hvað er það? Verða hræddir. Ok. Við rekkumst á bílinn þarna. Já! Harry, þú getur opnað augun. Það slapp. Er það? Já. Nei, mamma! Við keyrum beint inn í grænmetismarkaðinn þarna. Já, hann sleppur örugglega ekki. Erum við komnir í gegn, Heimir? Nei. Viltu gulrót, Harry? Gulrót? Hvar fékkstu hana? Ég skrúaði þar með rúðuna. Ég geta líka með hvítál og appelsínur og döður og það eru æðislega, Harry. Heimir! Hvað? Má með þér fá fyrir svanginn? Nei. Sérðu, Harry? Þetta eru æðislega leðurstífirinn í gluggunum. Hvaða glugga? Stóra búðargluggunum sem við stefnum beint á. Við stefnum beint á búðarglugga! Já! Hvar ertu, Heimir? Heimir! Heimir! Varstu að kalla á mig, Harry? Hvert fórstu, drengur? Ég fór bara að skoða leðurstífirinn í gluggunum. Glæpamenn!
slúbbertar, fagnar, fúlmenni, ruddar, ræflar, skítælar, drullusokkar. Harry, og ég að spuglar í einu. Fruttar, gangsterar, skítmenni, glæponar. Og ég að spuglar í einu, Harry. Já, Heimir. Kúkalappar, rekkjusvín, aumingjar, hundaklipparar. Og ég held að þessi maður kunni ekkert sérstaklega vel við okkur. Nei, ég á svona bara spuglar í svona. Þeir eru búin að eyðileggja búðina mína, helvítis hundarnir ykkar. Ég skal sko taka ykkur á. Af siðgæðins ástæðum sjáum okkur ekki fært að útvarpa því í smáatriðum hvað kaupmaðurinn hótaði að gera við Harry og Heimi, en ég get sagt ykkur að það var ekkert fallegt. En áfram með leikritið. Ég hafa valdið mér tjóni på 100.000 að sjáu allar vörundur sem þeir eru búin að eyðileggja, bíla, öðlarnir ykkar. Svona rólega með sín. Já, ertu bara rólegur. Ég er Harry Rögnvalds einkaspæjari og þetta er hinn hundtryggi aðstofamaður minn, Heimir Snitsel. Heimir, það er öfugt. Öfugt? Já, ég er Harry Rögnvalds. Já, komdu blessaður. Og þú ert hinn hundtryggi aðstofamaður minn. Einmitt. Já, hlaut að vera. Það var eitthvað bógið við Þið skuldið mér stórt, ég heyri það. Þetta er ekkert mál, vinnu minn, þetta er ekkert mál. Ekkert mál? Já, ég er hérna með vísakortið hans Harrys. Skrifa bara skaðaböllur á það. Heimir, vísakort. Já, einmitt. Heyrðu, verður kannski til í að bæta leðurstífilunum hann í glugganum á reikningu? Fylgdu þig, Heimir. Nú, Maðurinn sem veit okkur eftirför áðan, já. hann er á leið inn í búðina. Félum okkur hérna á bak við hattareikann. Ok, Harry. Nei. Sérðu þessa æðislegu leðurratta? Heyrðu, mátaðu, Harry. Þegiðu, Heimir. Ok. Leið og hann gengur hér fram fyrir rekkan, stökkum við á hann. Þú snýrð hann í gólfið og tekur haustak á honum. Og ég skal sjá afganginn. Náðurðu því, Heimir? Heimir? Þú sagði mér þegar. Þegiðu. Ok. Hann er að koma. 1, 2 og... Núna! Jæja, svo þú sérst þér tækist að koma okkur fyrir kattanef. En þú veist ekki við hverjir að etja. Harry og Heimir láta ekki neina smákrimma slá sig út af lagið. Já, reyndu bara að losa þig. En það skaltu vita að Heimir félagi minn á að baki framhaldsnám í haustökum og öðrum fantaskap. Já, það var nú bara kvöldnámskeið, Harry. Réttu mér veskið hans, Heimir. Við skulum sjá hver þessi herramaður er. Svona, gjörðu svo vel. Bíðu nú við. Edvard Chrysler, starfsmaður hjá Visa. Svo þú ert... Hjá Visa? Hjá Visa? Sleppt honum, Heimir. Jón, ég ætla að taka þríliða arminn á sá hann. Sleppt honum, segi ég. Ok. Ert þú Harry Rögnvalds einkaspæjari? Já, það gæti hugsast, það fer eftir ýmsu. Já, þú munt eiga býsna merkilegt vísakort. Já, það eru ágætiskort. Það er hérna. Gjörðu svo vel. Ástar þakkir. Þannig er að ég var sendur til að kanna málið. Samkvæmt okkar pappírum ertu komin 1.967.532 krónur og 20 aurar fram yfir heimild hér í Glasgow. Og það á aðeins 2 dögum. Annað eins og aldrei gerst í sögu fyrirtækisins. Til hamingju, Heimir. Ha? Þú ert orðinn heimsmeistari í eyðslusemi. Takk, Harry. Þetta var ekkert mál. Eitt getið þið alveg bókað. Þetta kort verður ekki notað meir. Fæ ég þá ekki leðurstífilinn, Harry? Harry, akkur svona rauður í framann. Já, elskan mín, já. Nei, ég segi það alveg eins og sko. Það var ekki til nætursaltar. Ég veit að vel að krakkarnir vil ekki reyktan fisk, en það var það eina sem þeir áttu almennilegt. Herðu, sko, verðum við ekki bara að býtu aðeins, sko. Hvað er að? Sérðu ljósið þarna? Já. Það þýðir að þú ert í útsendingu. Guð minn almáttugur. Já, eftir þessi smáveilu vandræði gekk ferðin út á flugvöll slysalaust. Harry og Heimir komu sekkjapípufarmunum borð í flugvélina og nutu síðan ferðarinnar út í ystu æsar. Afsakið, Já. værirðu nokkuð til í að skipta sæti við okkur? Ha? Eins og sérskotárun í Siams-tvíburen. Já, ég sé það. Já, við erum með sæti sitt hvorum megin við gangi. Já, þetta er svo hræðilega erfitt. Jú, alveg sjálfsagt mál. Komdu, Heimir. Ok, Takk fyrir. Harry, Já, sko ég var að spuglur í sannig svekkjapípu sekkjapípu. sem maðurinn í Glasgow gaf okkur. Já. Hérna, hvernig á maður að reykja hana? Þetta er hljóðfæri, Heimir. Nú, Þú átt að kreista belginn. svona. Ekki belginn á þér, pípuði. Sjáðu. Þú setur pípuna upp í þig. Já, ég skil. Svona. Já, nema þú átt að blása í pípuna en ekki sjúga. Vá, Harry, þetta er alveg meiri háttan. Þegar ég ætla að kreista belginn aftur.
Ég meina það, engin smá fílingur, maður. Hvað er að gerast, Heimir? Prófa þú, Harry. Þetta algjör dundur, Vá. Hare Krishna, Hare Hare. Góðir farþegar, þetta er flugstjórinn sem talar. Við fljúum nú í rúmlega 40.000 feta hæð og lækkum nú flugið. Nei, ég er sko ekki að lækka flug. Ég flýg alltaf herra og herra. Við erum að lækka flugið, Heimir. Ég finn það. Við erum komið hellu fyrir eyruna. Sko, ég ætla að fara og tala við hann að gæja þarna fram í. Hann segir mér sko ekkert það hvenær við hækkum eða lækkum flugið. Nei, ekki fara, Heimir. Ég fer víst. Sko, þegar að besti vinur minn fær Hvolsvöll fyrir eyru. Hellu. Já, það er næsti bær við. Sko, þá er mér nóg boðið. Pælt í því, maður. Hare Krishna. Og fram í flugstjórnarklefanum. Hæ, strákar. Hver er þú? Það er ekkert að pæla í því. Nei. Rosal er þið með margar klukkur, maður. Og engið er að rétt. Ég meina. Komdu þér fram fyrir vinnur, það má ekki trufla okkur. Við erum að búa okkur undir lendingu. Hvað er þetta? Enga komplexa, sko. Sko, ég þoli enga bömmera núna. Er það á hreinu? Viltu ekki fyrir að koma Hvaða óstuð er þetta á okkur, strákar? Heyrðu, ég geta með alveg meiri hátt að svekkjapípu. Þið verðið að prófa hana. Já, nei, takk. Sko, engan skítamórar. Hérna, settu pípun upp í hérna. Svona, já. Ég skal kreista belginn. Svona, já. Og svo flugstjóri hérna. Já. Jæja. Er þetta ekki alveg þrumandi stuð? Wow! Á meðan aftur í farþegarými. Rosaleg ókyrrð er þetta. Ég er hrædd, ekki fara frá mér. Ég get það ekki, við erum síamst pípurar. Já, alveg ég. Var rosalega hamast vélinn upp og niður. Hvaða vitlu saman, bara búin að drekka mikið. Góðir farþegar, það er engin ástæða til að hafa áhyggjur. Vinsamlegast spennið sætisólarnar og athugið að fallífarnar eru aðeins ætlaðar áhöfninni. Ég vil einnig nota tækifærið til að þakka ykkur mjög ánægjulegt flug fram að þessu. Er nokkur flugmaður borð? Getur nokkur komið í veg fyrir að við hröpum? Ég vil einnig benda á að samkvæmt alþjóðaflugmálasamþykktinni eru reykingar ekki leyfðar á meðan á flugslysi stendur. Takk fyrir. Hvað er eiginlega að vera? Heimir, hvar ertu? Heimir! Er friður á jörð. Fyrirgefið því. Eitthvað ekkert að fyrirgefa, ljúfur minn. Ég er Harry Rögnvalds, einkaspæjari. Já, ég er James Bond og þetta er He-Man. Eru þið ekki flugmennir sem fljúa þessari vél? Elsku kallið minn, veistu að við mennur þessu lengi, maður. Við erum konið í svo góða fíling, maður. En það er ágættu strákur sem við tekjum með stjórninni. 1, 2 og fljúðu, herra. Og hver er það? Hver er tekið með stjórninni? Hvað, hann heitir Heimir? Askoti góður gæi. Heimir, hvað er þetta að gera? Nei, halló, Harry. Þetta ekki hress? Alltaf að segja mér að þú sért að fljúa vélinni. Nei, ég ætla ekkert að segja þér það. Ég er samt að því. Veistu ekki að það er komið að lendingu, fíflið þitt? Blessaðu vertu, ég kann þetta allt saman. Kannt þú? Já, ég er alveg þaulvanur svona tölvuspilum. Það er að þess að þetta stýri er svolítið óþægilegt, sko. Það vantar efri helmingin á það. Þið snúiði við. Nei, Heimir, nei! Rosalega er þetta skrítið, Harry. Rétt áðan, það var sjórinn fyrir neðan okkur og núna er hann fyrir ofan okkur. Það er að því að við erum á hvolfi, hálfvitinn þinn. Þú snerir flugvélinni við. Og erum við þá á leiðinu til Glasgow aftur? Er ekki eftir lagi, Harry minn? Snúðu stýrinu aftur. Ok. Wow, þetta er miklu skemmtilegar en tölvuspil. Vertu nú bara rólegur, Heimir. Ok. Reyndu nú að lækka flugið. Lækka flugið? Já, lækka flugið. Já, ég get það ekki, Harry. En ég get lækkað útvarpið. Útvarpið? Ertu vitlaus, maður? Hvað? Ef þú lækkar útvarpið þá heyrir fólk ekki leikritið. Ég skil. Við verðum að reyna að lenda. Lenda? Já, Heimir. Já, en ég er búinn að því. Ha? Við erum lendir, Harry. Já, þetta er rétt hjá þér, Heimir. Já, ég sagði þér að ég væri æðislega fær í tölvuleikjum. Og í farþegarýminu. Góði farþegar, þetta er Heimir Snitsen, flugstjóri sem talar. Fyrir hönd Odda flugs vil ég þakka okkur kærlega fyrir samfylgdina og vona að við sjáumst sem fyrst aftur. Bæjó. Og ef þið hefði séð svekkjapípana mína, þá vil ég mjög gjarnan fá hann aftur.
Eins og lög gera ráð fyrir lá leið þeirra Harrys og Heimis í gegnum tollinn. Og þeir sem vonuðust til að nú væru vandræði þeirra á enda verða nú fyrir sárum vonbrigðum því. Já, einhver tollskyldur varningur. Já, bara þessi sekkjapípa hér. Sekkjapípa, já. Strákar, komið með hundinn, látum hann þefa þessu hérna. Komdu verið mynda. Já, svona Veió. Jæja, hvað finnst þér þetta? Wow! Pælt í því, maður! Það ekkert annað. Ég verð víst að fá að rista á belgin á sekkjapípun ykkar, piltar mínir. Já, þú getur ekki gert okkur það. Já, því miður, strákar mínir, það stendur hér í handritun að ég geri það. Já, grunað ekki Gvend, já. Þetta eru Gvendur. Aflesaður, Heimir, þetta ég. Sekkjapípan full af dópi. Þú meinar það ekki. Ójú. En þú skilur ekki, okkur var gefin þessi sekkjapípa út í Glasgow. Og við vissum ekki betur að þetta væri bara saklaust hljóðfæri. Þú snýr nú ekki á mig, lagsi. Grípið á, piltar. Hlustað á mig, maður. Ég hlust ekki á dópsmíklara. Takkið á, piltar. Já. Fjórfaldur armlás með hnikk og nýrnastuði. Ok, Harry. Saga! Komdu, Heimir. Við verðum að taka til fótana. Til fótana? Já. Á ég líka að taka fótblás á þeim? Nei, komdu! Ok, Harry. Einu leiðin er að flýja gegnum fríhöfnina. Já, flott, Harry. Þá getum við verslað í leiðinni. Og við fylgjum þeim félögum fast eftir í gegnum fríhöfnina. Þeir eru á hælunum á okkur, Heimir. Ég veit. Heyrðu, reynda að plata á þetta bak við hillurnar, Harry. Heyrðu, ég tek 2 konjak hver af ég þar. Bjóður, Heimir. Þeir eru á mér. Heyrðu, láttu þá eftir á bak við salgætisunduna þar. Heyrðu, hendi við 4 snartings í leiðinni, Harry. Já, það. Takk. Heyrðu, svo þarf ég að fá nokkur síkart og hvað það hendar, Harry. Heyrðu, já, þau eru hér. Er ég búinn, Harry? Fylg eftir þér, Heimir. Ok, heyrðu, taktu með 1 pakka af aftur 1. Heyrðu, býttu við, leið ég nokkru. Vinum okkur tókst með snerræði að forða sér út úr flugstöðarbyggingunni og síðan lá leið þeirra út af þjóðveginn, þar sem þeir freistuðu þess að einhver miskunnsamur samverji tækið á upp á sinn eigin eik. Skilur ekki, Heimir. Björn og Kári eru auðvitað glæpamenn. Þeir fengu okkur til að fara til Glasgow til að fylgja sekkjapípufarminum heim. En allt þetta kjaftaði mótmæli tónlistarmanna og yfirvofandi skemmdarverk var auðvitað bara fyrirsláttur. Það tekur hvort sem engin mark á listamannum. Nei, Björn og Kári ætluðu sér aldrei að selja sekkjapípurnar sínar inn á hvert heimili. Þeir ætluðu að smygla eiturlyfjum í þeim. Það vildi bara svo til að Sigvaldi heitinn, sá sem við hittum í vöruskemmun í Glasgow, vissi ekki á þessu. Þess vegna gaf hann okkur sekkjapípu til minja sem var stútfull af dópi. Skilurðu mig, Heimir? Já. Sko, ég var bara spöglur í einu, Harry. Já, Heimir. Sko, ég var að spöglur í því. Já. Sko, ég var að spöglur í því. Hvort við hefðum átt að kaupa 1 Toblerone í fríhöfnum. Ó, Heimir. Má maður spöglur, Nú þurfum við bara að komast í bæinn og stoppa Björn og Kára. Heyrðu, það ekki með bíll, Harry. Veifaðu, Heimir. Ok. Hann stoppaði. Gætum við fengið að fljóta með í bæinn? Sjálfsagt, skellið ykkur inn. Gott að koma inn úr næðingnum. Já. En hvað getum við þá gert, Björn? Þessir Harry og Heimir hafa greinilega stungið af með sekkjapípuna sem allt dópið var í. Það ekkert með það, Kári. Við verðum að hafa upp á Harry og Heimi og kála þeim. Nú liggjum við í því, Heimir. Nei, við sitjum, Harry. Þetta eru Björn og Kári, eiturlyfja smyglararnir sem plötuðu okkur til Glasgow. Það eru hreina línur, Kári. Þegar við náum í Harry og Heimi, þá verður enginn til frásagnar. En það eru við. En hvað? Já, en við erum Harry og Heimir. Þegiðu, Heimir. Ég meina þegiðu, Þorvaldur. Þorvaldur heiti Heimir, Harry. Það eru þeir, Björn. Gríftu þá, Kári. Heimir, þú er fótt hann armlás með baknikk. Kári! Tvísnúna hryggspennu með söluskatti. Heimir, léttbrúnaða lærisniðar með sós og salati. Kári, handarkrukkapressa með 40% vöxtum, engum persónuafslætti og fullri verðtryggingu. Og að lokum þurftu vinir okkar Harry og Heimir að láta í minni pokan. Eða eins og Harry orðaði það. Heimir, réttu mér bréfpokan þarna. Kári, leitað á þeim. Alveg sjálfsagt. Ekki leita á þá, leita á þeim. Nú, fyrirgefðu. Þeir hljóta að vera með sekkjapípuna á sér. Aha, hvað er nú þetta? Þetta er nú bara svitanektarreiðir, hétti 40 brúsa.
Svita lykt og reiði. Já, eitthvað sinna þér. Sko, maður ítir hérna ofan á, sjáðu. Nú, fyrirgefðu. Það sprautaði framan í mig, Björn. Já, það var alveg óviljandi. Gott hjá þér, Heimir. Réttu mér brúsann. Hvað ætlar að gera? Ég ætla að spreyja framan í Björn líka. Já, en það á ekki að spreyja framan í fólk, Harry. Það var að spreyja undir hendurnar. Réttu mér brúsann, fíflið þitt. Ok. Ég stjórna bílum. Nei. Heimir, ertu ómeiddur? Já, Harry minn. Það er allt í lagi með mig. En hvað með Björn og Kára? Þeir rotuðust bara þegar bíllinn valt. Guði sjálf, þá erum við slopnir, Heimir. Heyrðu, en Harry minn, þú ert alveg löður sveittur í framan. Já, þetta tók á taugarnar. Heyrðu, ég hérna með alveg rosalega gott sveitasprey. Nei, Heimir. Jú, víst, Harry, hérna. Þér veitum ekkert af því. Nei, Heimir. Þegar Harry hafði jafnað sig eftir eilvanseitrunina og eiturlyfja smyglararnir Björn og Kári voru komnar af ákveð lás og slá, kom Heimir að heimsækja vin sín á sjúkrahúsið. Harry. Já, Heimir. Sko, ég var að spögluna. Já. Sko, í sambandi við vísakortið þitt. Já. Sko, ég veit að það var ég sem tók allt of mikið út og þess vegna skuldaru fleiri milljónir. Það er rétt, Heimir. Sko, þess vegna var ég að spöglur í því að taka þetta bara allt á mig. Hvað, Heimir, við erum við? Nei, alvöru, Harry. Þetta er allt mér að kenna. Svo ég verð bara að redda þessu í spýtur. Heimir minn. Já, ég borga þetta allt saman upp í topp. Æ, þakka þér fyrir, elsku vinur minn. Og þess vegna var ég svona spöglur, Harry. Já. Sko, af því að það er búið að eyðileggja vísakortið. Já, Heimir. Sko, það er að spöglur í því, Harry. Svo ég getur nú borgað þetta. Já. Hvort þú verður ekki til í að lána mér bara á þessu nætti? Heimir. Æ, af hverju heldur svona fast hálsin á mér, Harry? Flutt var Svakamála-leikritið með öðrum orðum. Handrit og flutningur Karl Ágúst Úlfsson, Sigurður Sigurjónsson og Örn Árnason. Tæknimaður var Bói.